Næstur á dagskrá það Steingrímur. Hlaup sjálfan Steingrímur. Það ekki gott. Steingrímur J. Sigfússon. Já, fundarstjóri gott. Kvöld gott fólk, ég sé að mætingin hér segir allt sem segja þarf það, hversu mikið þessi mál brenna á fólki og það skiljanlegt. Ég þakka hagsmunasamtökum heimilina fyrir tækifæri til að fá að ræða þetta hér og ég erfi ekkert við það þó að samtökin hafi notað mig aðeins í auglýsingaskyni undanfarna daga. Ég veit að þau eru að sinna þeim málum sem þau eru að sinna af góðum hug og velja sér sínar aðferðir í því. Það er mín skoðun og hefur lengi verið mín skoðun að verðtryggingin eins og hún hefur grafið sig hér á Íslandi sé meingallað og allt of umfangsmikið fyrirbæri í íslensku hagkerfi. En ég tek samt undir það að vandinn er ekki fyrst og fremst verðtryggingin sem slík. Verðtrygging er víðast hvar til í flestum hagkerfum og þannig gefa til dæmis velflestir ríkissjóðir landa út bæði verðtryggð og óverðtryggð skuldabréf þegar þeir eru að sækja sér fjármagn. Vandinn á Íslandi er hins vegar tvíþættur í þessum efnum. Annars vegar hversu umfangsmikil verðtryggingin er, alltumlíkjandi og hefur þar af leiðandi gríðarleg áhrif í raun og veru á báðar hliðar, á útlána og innlána hlið, en verstur er þá óstöðuleikinn í hagkerfinu. Og þá er ég ekki bara að tala um einhver stutt verðbólguskot eða löng verðbólgutímabil. Ég er að tala um það sem hefur reynst okkur lang skeinuhættast í þessum efnum og það eru tímabilin þegar að verður mikið misgengi milli verðlags og launa. Það er þegar misgengið verður laununum í óhag og það þekkjum við að biturri reynslu frá nokkrum tímabilim í okkar sögu. Ástandið fyrir 79 var auðvitað heldur ekki gott þegar þetta snerist algjörlega við og sparnaðurinn brann upp og það var happadrætti að fá lán ef menn voru vel innundir í bönkunum. En það er eins og stundum áður og síðan hjá okkur Íslendingum að það er ýmist í ökklið eir. Við þessu var brugðist með verðtryggingunni og hún var þannig úr garði gerð og hefur verið síðan að hún í raun og veru oft tryggir fjármagn. Það er bæði með belti og axlabönd. Það er varið í gegnum þykkt og þund en á hina hliðina er launamaðurinn með hættuna á misgenginu. En það þýðir ekki að elta ólar við það í sjálfu sér. En mér finnst samt merkilegt hvað margir arkitektar og stuðningsmenn þessa kerfis áratugum saman og til dæmis þeir sem giltu fyrir fólki kosti þess að fá að taka 90% verðtryggð lán fyrir alþingiskosningarnar 2003 eru fljótir að gleyma. Það, eins og margt fleira sem sagt var í þeirri kosningabaráttu hefur reynst Íslendingum dýrkeypt. Yfirboðin sem þá brustu á áttu stóran þátt í því hversu illa við fórum síðan út úr hlutunum á árunum 2003-2008. En auðvitað er mikilvægast að reyna að tala í einhverjum lausnum og horfa á það hvað er hægt að gera. Hvernig getum við undið ofan á verðtryggingunni, hvaða kostir eru þar í stöðunni? Margir og sjálfsagt mjög margir hér inni, giska já, vildu bara einfallega afnema verðtryggingu, banna hana. Og auðvitað er hægt að gera það til framtíðar. Það er hægt að við kæmumst þá alveg örugglega upp með það að banna til dæmis að neytendalán eða fasteignaveðlán mættu vera verðtryggð. En þá er ekki annað að ræða en óverðtryggð lán og þau eru heldur ekki gallalaus. Þau taka á sig mörg sömu einkenni verðtryggðra lána ef óstöðuleiki er í hagkerfinu, verðbólga kemur og vextir fara upp úr öllu valdi eins og Pétur sýndi vel með dæmum hér áðan. 20 milljón króna verðtryggð lán þó við höfum það ekki hærra. Hvernig hefði það farið ef breytilegir vextir hefði farið upp til 22-25% á verðbólgutímanum 2008-09. Þá hefði greiðslubyrðin af því kannski farið í 5 milljónir. Bara vöxtunum. Bara vöxtunum, já, en þeir eru alltaf endurskoðanlegir innan stutts tíma. Og segjum nú sem svo að mikið af fólki hefði verið búið að taka verðtryggð lán 3, 4, 5 árum fyrir þetta með ákveðum endurskoðun vaxta, hvað hefði menn þá gert þegar verðbólgan var orðin 20%, stýrivextirnir 18%. Annar kostur sem auðvitað kemur vel til greina og hefur verið mikið skoðað, meðal annars er verið að greina fyrir stjórnvöld er að setja þak á verðtrygginguna. Til dæmis við efri vikmörk Seðlabankans segja
lánið má vera verðtryggt en þó aldrei þannig að verðtryggingin árlega fari yfir efri vikmörk verðbólgumarkmiða Seðlabankans 4%. Þá myndi væntanlega koma eitthvert vaxtaálag á móti en menn væru tryggðir. Og það margt sem að bendir til þess að það getur verið góður kostur sérstaklega fyrir ungt fólk þegar það væri nýlega búið að taka sín á. Þriðji kosturinn sem ég hef auðvitað velt talsvert fyrir mér og þekktur úr öðrum samhengi, til dæmis úr annarri löggjöf, sá að breyta grunni vísitölunnar þannig að hún fylgi alltaf því sem hagstæðara hvoru sinni vísitölu neysluverðs eða vísitölu launa. Þannig að á þeim tímum þegar launin hækka meira verðlag, þá njóti með þess en séu varðir á hinum tímunum. Þá komið í veg fyrir misgengið og auðvitað væri hægt að setja svona löggjöf verðtryggingu til framtíðar litið. Ég ekki sannfærður að við frelsum heiminn bara með því að hrópa niður allt sem heitir verðtrygging og fara eingöngu yfir í óverðtryggð lán. Það er líka hægt fyrir þeirri stöðu. Ég vil aðeins fá að segja frumvarp neytendalán sem nokkuð hefur komið við sög í nefndum auglýsingum að ég tel að þeim peningum hafi ekki verið vel varið. Vegna þess að það frumvarp að uppistöðu til hagsbóta fyrir neytendur og stór eykur rétt þeirra til upplýsingagjafar neytendalán. Og það nauðsynlegt að styrkja stöðu neytenda og jafna aðstöðumunin sem milli lánveitenda og neytenda. Í þessari löggjöf eins og Íslendingar hafa reyndar áður gert á sviði neytendalána og það ættu hagsmunasamtök heimilanna og þeir sem að höfða þetta mál að hafa í huga að það væri ekki verið að reisa þetta mál nema vegna þess að Íslendingar gengur lengra en skylt samkvæmt Evrópureglum og felldu húsnæðislán undir löggjöf neytendalán. Það ekki skylt samkvæmt Evrópureglunum heldur valkvætt. Og ég fullyrði það að í frumvarpinu gengið mjög langt og lengra en nokkur staðar annar staðar það sem ég þekki til og við þekkjum til í að tryggja rétt manna til upplýsingagjafar í þessum efnum. Og þess vegna finnst mér það ekki sanngjarnt og ekki skynsamlegt að eyða orkunni að ráðast á þetta frumvarp. Svo má auðvitað deilum hvort að það gangi nógu langt og það má líka velta því fyrir sér hvort við þurfum ekki sérlöggjöf húsnæðislán sem gangi lengra tilteknum ákvæðum neytendalöggjafarinnar. Það höfum við verið að skoða fyrst í efnahags-viðskiptaráðuneytinu framan á ári og núna í atvinnuvega- og viðskiptaráðuneytinu. Þannig að verði sett tiltekin reglífar löggjöf sem tryggi ákveðna hluti í fortakslaust gagnvart þessum mikilvæga útlánaflokki fasteignaveðlánum eða íbúðalánum einstaklinga. Vandi okkar mikill, það dylst engum. En hann var líka mikill og íslensk heimili voru því miður fyrir hrunið, hins skuldsettustu innan OECD. Og þar kemur við sögum meðal annars fyrirbæri sem væri gaman að ræða hér aðeins en tíminn leyfði og það séreignarstefnan sem hér hefur verið fylgt í húsnæðismálum áratugaskeið. Þegar hrunið kemur með 40-50% gengisfalli og verðbólgu sem fer í 20%, þá verða þessi skuldugu heimili auðvitað fyrir miklu höggi. Tala nú þegar við bætist að launin lækka, fasteignaverðið hrynur og dæmið versnar úr öllum áttum í senn. Lánin hækkar, kaupmáttur launa lækkar og fasteignaverðið lækkar. Það dregur í sundur á öllum vígstöðum. Nú svo ótrúlega staða að verða að því virðist að þeir sem tóku meiri áhættuna og tengdu lán sín við erlenda gjaldmiðla fá í gegnum dómstólana þakkað verði því þeir eru ótrúlegu staðreyndastór hluti þessara lánastarfsemi að dæmdur á ólögmætum grunni, talsverða úrlausn. En ég held við ættum samt ekki að gefa okkur að þeirra staða verði auðveld, því eftir standa lánin með tiltölulega háum vöxtum þó að gengishrunið sé farið að þeim. Margar þessara fjölskyldna verða engu að síður og eftir sem áður með býsna þunga greiðslubyrði. En vandi þeirra sem eru með verðtryggðu lánin, einkum þeirra sem tóku þau á árunum fyrir hrunið mestu. Það alveg augljóst. Það sýndi myndi hér áðan frá Pétri. Það eru fjölskyldurnar sem tóku lánin, til dæmis í fyrstu íbúðarkaup og eftir aldamótin og fram að hruni sem eru langverst settar. Og allar greiningar sína líka að þær fjölskyldur og einkum ungu barnafjölskyldurnar standa verst að vígi. Það vitum við. Þess vegna það þannig að mínum mati að hvað sem niðurstöðum dómstóla líður og öðru slíku, þá munu þúsundir fjölskyldna þurfa mikinn stuðning á næstu árum. Og það ljóst. Og við eigum að búa okkur undir það og það sem við eigum að gera.
Það mun þurfa miklar fjárhæðir og mikinn stuðning á komandi árum í gegnum vaxtabóta eða húsnæðisbótakerfi og í gegnum barnabætur til að styðja þær fjölskyldur sem í mestu þörf fyrir. Allar greiningar Seðlabankans, Hagfræðistofnunar, Þjóðhagsstofnunar hafa sýnt þetta. Við höfum stórhækkað vaxtabætur, greittum 45 milljarða í vaxtabætur á árunum 2009–2012, 30% af vaxtakostnaði vegna íbúðalána í landinu og við erum núna að hækka barnabætur 2,5 milljarð til að mæta því sem fram hefur komið í þessum greiningum að það eru yngri barnafjölskyldurnar sem standa breytanda rest. Ég tel að meinsemdin sé miklu dýpri en bara verðtryggingin og ger ég þó ekki lítið úr hennar hlut. Það er séreignarstefnan í húsnæðismálum sem hér var fylgt og sú staðreynd að fólk átti enga aðra kosti en að fara út á ofþaninn fasteignamarkað og kaupa á mjög óhagstæðum tíma eins og myndirnar sýndu sem að hér líka verki. Það þarf að taka húsnæðismálin almennt til endurskoðunar og gjörbreyta þeirri stöðu sem verið hefur uppi undanfarin ár. Þannig að hér sé almennilegur og virkur leigumarkaður, búseturéttarúrræði og aðrir slíkir í kosti í boði fyrir þá sem það velja og þeim hentar betur. Takk fyrir.